Ok, svona. Það er að hækka núna. Nei. Góðan og blessaðan daginn, velkomin í vinnustofuna mína. Þátturinn í dag, mér langar að sýna ykkur hvað ég er búin að prjóna undanfarið. Eða já, bara á þessu ári. Þetta er þetta fyrsti svoleiðis þáttur á árinu. Ég ætla að sýna ykkur hvað ég er búin að gera í prjóna sjálf. Og svo langaði mér líka að sýna ykkur Garnival litin. Af því ég er nú að fara að vera á Garnivalinu helgina. Þannig að ég ætla að sýna ykkur litin. Gera það eftir. Og já, ef það ég bara vinda okkur í að fara yfir það sem ég er búin að prjóna. Ég vona reynda mjög mikið að þið heyrið ekki allt of mikið í loftræstikerfinu eða. Af því ég heyri alveg bilaslega mikið í því. Ég veit það ekki. Það kemur í ljós. Vona það besta. Ok. Kannski ég tek þetta bara í tímaröð. Ég tók þátt í, eða er að taka þátt í, alltaf er ekkert tímalimit á heimakats áskoruninni hjá henni Magnu. Fyrsta sem ég gerði var að prjóna mér bara svona, nei, prjóna. Þetta er ekkert prjóna, þetta er hekl. Prjóna mér bara svona litla setta körfu sem ég geymi bara hárteygjur og eitthvað í heima. Gerði líka tvennar tuskur. Það er náttúrulega bara í eldhúsi í notkun. Ég ætla ekki að sýna ykkur það. Það eru bara prjóna, garðaprjón, tuskur. Síðan náttúrulega er það þessi peysa. Ef þið eru búin að sjá seinasta myndband þá vitið þið allt um hana. Þetta er líka heimakats peysa og ég er ándjóks ekki búin að fara úr þessari. Ég bara elska hana og mér langar að gera aðra. Ég er ekki ennþá búin að þvo hana. En mér er alveg sama, hún er ógeðslega kósí. Og ef þið hafið áhuga á að vita hvernig hún er gerð og ekki búin að sjá síðasta vídeo, þá myndi ég bara smetla mér á það. Kannski ef ég næ að linka því hérna, þá reyni ég að gera það. En hún er geggjuð. Það fæ ég ekki nóg að sýna ykkur hana, sko. Og þetta er allt heimagat og mér langar í, sko, mér langar sjúlað mikið í fjólubláa og þó með svörtu stroffi. En ég bara á eiginlega ekkert mikið af fjólubláu afgangarni. En þú veist, það er tilfyllt af fjólubláu. Í einhverju svona. Þetta verður mjög áhugavert saman. En, já. Svo, það sem hann er nýjast dottið af prjónum er náttúrulega þessi bólur. Þetta er, hvernig sem þetta, sjónatopp. Og hann er frá Irene Lynn. Prjónar og starða, prjónaðar á prjónanúmer 4. Ég gerði stærð 4, ég hefði samt alveg viljað hafa hann meira oversized. Það var hann aðeins stærri, ég hefði kannski, af því að ég er ekki búin að mæla prjónfestuna. Ég held hún sé aðeins þá fleiri lík, já, hún er aðeins stærri. Prjónfestan er ekki alveg rétt, held ég. Þess vegna er ég kannski ekki með alveg rétt mál á honum. En já, ég væri alveg til að hafa hann, þú veist, aðeins meira oversized. Mér langar í annað svona og þá úr, þessi er úr, sko, já, spotti. Þessi hérna er úr Kid Mohair silkiblöndu, einu þræði og
og hérna skal ég segja ykkur baby alpaka silki sem frá mér, þú veist þá mohair og silki saman, þannig allt öðruvísi litir. Og í þetta fóru 78 grömm af mohairi og 111 grömm af silki alpaka þræðinum. Þannig að það var sko, þú veist, það svo mikið eftir af seinni dokkunni sko. Og það eiginlega pínu grátlegt. Hvað það fór bara pínu meiri spotti. En þú veist, ef ég hefði gert kannski kantana, því að þú veist, kanturinn hérna og kanturinn hérna og kanturinn hérna. Þetta allt heklað og það fyrir alveg drjúgur spott í það. Og þú veist, ég hefði alveg getað gert það. Þú veist, bara með bara með mohairinu eða einhverjum lit sem að tóna vel með. En ég átti samt svo sem ekkert betri gatn í það, hvað sem þannig að. En ég alveg búin að gera þá fullt af pröfum fyrir karnevalið líka. Þú veist, ég búin að hekla alveg 1, 2, 2 og svo 1 tvöfalda pröfu sko með þessu eftir að ég kláraði bólinn. Og núna ég alveg 80 grömm eftir. 80 og eitthvað grömm eftir þessu það. En það fór alveg, eins og ég sagði eitthvað, 78 grömm. Þú veist, 1,5. En ég hefði samt sko viljað hafa stærri. En mér langar í annan sko úr tvöföldu silkiblöndu. Það væri enda geggjað. Hvar hann? Ég veit ekki hvað litnir eru. Úr einhverju svona ég á svona rauðan í silki. Hann væri ábyggilega sæti bara í honum. En svo bara eins og ég byrja að prjóna sjöl bara í byrjun seinasta og svo ég á 5. Minnst alveg mikið. Bara allt í einu. Og nú ég, fyrst bólverið sem ég geri. Nei, ég ljúga ykkur. Ég gerði náttúrulega Campionella tea sem ég hef ekki verið í. Ég þarf alveg að vera í honum. Við tækifæri. Hann náttúrulega miklu meira fitting, skilur, sem alveg bara, þú veist. En mér langar fleiri svona bóli. Þetta ógeðslega þægilegt. Ég spurði mig á Instagram alveg bara fyrir svolítið síðan hvaða bólir væru uppáhalds hjá öðrum. Ég fékk alveg hugmyndi þar, þannig að mér langar að gera það meira. Herðu, næsta verkefni, ég ætla að gerði sokkasnák. Ég er búin að prjóna þá úr öllu þessu hérna gatni og skipta og klára 1 par. Þetta er gat frá Dr. Dyeworks. Þú veist, aðalliturinn, en græni hérna var í jóladagatalinu frá systraböndum. Ég fékk hérna systrabanda í dagatalinu jólin og þetta var einn af litunum úr því og mér veitir svo klikkað sætir. Svo ég að gera náttúrulega annað par því ég næ 2 pörum og það verður með sko fjólblói sem náttúrulega þú veist engan veginn jafn skemmtilegt. Þetta hérna miklu skemmtilegri litir finnst mér. En sko því ég byrjaði að prjóna það þá alveg bara oh my god, þetta verður allt og skært. En mér finnst þetta sætir því að ég náttúrulega pínu gulur hérna og bleikur og alls konar, en það engin græn, þannig mig langaði að setja grænan og meðan þetta hérna par verður miklu svona einsleitara með bara fjólblói. Ég held ég seti fjólblátt líka í bæði tá og hælinn líka. Þótt það væri alveg skemmtilegt að gera hælinn bara úr einhverju. Ég á svona bleikt sokkagatn úr
dagatalinu sem var líka alveg skemmtilegt, en annars var ég bara að hugsa um að setja fjólublátt. Já, þú veist, ég veit að mörgum finnst ógeðslega leiðilegt að gera svona sokkasnáka, en það sem mér finnst þægilegast við það er að ég geti notað allt, þú veist, það verður engin afgangur af þessu garni, að ég læt sokkinn bara vera eins langan garni leyfir og svo get ég sett upp, ger ég bara stroffið hérna lengra ef mér finnst vanta, þú veist, á fótinn eða legginn og þá get ég mælt, þú veist, hvar táin er og hvar hælinn á að vera. En þá nýtist allt garnið. Mér finnst það svona helsti kosturinn við sokkasnák og auðvitað bara að þú ert bara svona hring og það er alveg saman hvað að gerast kringu þig eða hversu þreytt ég er úr þá get ég bara prjónað endalaust. Mér reyndar tókst þegar ég var að gera, sko, ég fór með þennan sokkasnák því ég var nýbyrjuð á honum í svona prjónaheiting hérna á bláu könnunni í janúar og við vorum að tala um, sko, hvernig fólk gerði mismunandi bugnarlykkjur og ég ætla bara, já, bruni, ég gerir svona og það voru, sko, 2 bugnarlykkjur, sko, í þessu hérna par einhvers staðar. En ég gat náttúrulega bara, þú veist, ég var komin langt þá til þess að rekja niður þessar 2 lykkjur og hekla þær upp. En ég gat gert það, sko, þú veist, það voru einhvers staðar hérna frá þá hælnum, þannig að það var ekkert mála að laga þær þar. En mér fannst bara fyndið það því ég var náttúrulega bara að gera slétti hring, svo vorum við að tala um bugnarlykkjur og þá bara gerði ég 2 bugnarlykkjur, eðlilega, en þú veist, ég lagaði það var ekkert mál, það sést ekkert núna. Já, svo ég bara klára þetta hérna, sem er bara, þú veist, 1 kvöldstund eða svo. Ég er líka byrjuð að laga peysuna hennar mömmu, loksins. Ég þarf bara að láta hana máta hana áður en ég fer að klippa hana, af því að þá náttúrulega get ég ekkert lagað neitt. En ég vona passi. En já, ef að fara í smá garn, svo ég geti nú aðeins leyft mér að auglýsa sjálfa mig. En já, karnevalið er núna um helgina og ég verð með nokkrar svona sérlitar karnevals dokkur. Þær eru reyndar pínu mis. Þú veist, þessi hérna er miklu gulari, þessi hérna fjólublári. Þannig að maður þarf kannski, þú veist, ef þú ætlar að nota þetta í stærra verkefni, en ég samt að reikna fastlega með að fólk er kannski frekar að nota þetta í sjöl eða mynstur, þú veist, í berustykkjum eða eitthvað. Þú veist, ég veit ekki, kannski er einhver sem myndi gera sér ból eða peysu úr þessu. Þú veist, þannig að maður kannski, það er kannski aðeins að velja sér, þú veist, maður ætlar að nota saman, ætlar maður að nota sér. Þú veist, vil ég meira fjólublátt eða hvað var þessi guli? Þú veist, meira með svona gulu og peach lit. Svo ég eftir náttúrulega að þetta er ekki allar dokkurnar, sko. En ég held að það sé geggjað í sjal, þú veist, sem að væri með, þú veist, hérna, svo á ég, sko, þú veist, hérna litir eru svolítið svipaðir, sem eru hérna í, þannig að þú væri að gera sjal, þú veist, með kannski einhverju móheri, þessum lit, þetta kannski er svolítið líkt, ég veit það ekki. Eða alltaf, þú veist, ef þú vilt hafa, þú veist, þetta væri ekkert vitlaust saman. Þannig kemur bara svona gulur og bleikur blær inn í fjólubláa eða þið langar að hafa meira svona peach lit
og halda tveimur saman, þá náttúrulega myndir þú taka, þú veist, þennan eða en svo náttúrulega getur maður líka gert sjálf með þessu og einhverjum, þú veist, einhverjum öðrum lit. Kannski ekki alveg þessum. Kannski bleikum. Veit það ekki. Það sést ekki rosalega vel. Svona í burtu. Og já. Heimasíðan mín, hún náttúrulega verður, ég ætla að loka henni bara helgina. Af því að, þú veist, ég veit ekkert hvað selst mikið. Ég er ekki samt, það eru alveg litir hérna sem ég er ekkert inn á heimasíðunni. Af því að bara, mér fannst ekki taka því að setja þá inn. Svona, þú veist, já, viku og hálfri áður en ég fór. Af því að, já, tekur alltaf tíma að koma svo aftur heim, taka upp úr, telja hvað er farið. Þannig að heimasíðan opnar ekkert fyrir en að ég er búin að telja allt og laga allt og svoleiðis skemmtilegt. Þú veist, og svo náttúrulega líka sko helgina eftir, þú veist, næstu helgi, þú veist, ekki núna helgina heldur næstu, þá náttúrulega verði ég með líka gafn á prjónahelgi sem að Magnea er með sem heitir Guðrún prjónahelgi, svört eins og sálin. Þar ætla ég að verða líka með kynningu og eitthvað garn til sölu. Og svona líka, þú veist, ég veit ekkert við hverju ég á að búast fyrir sunnan á garnavalinu. Ég veit ekkert, þú veist, er ég með nóga garni, er ég með allt og mikið, er ég með, þú veist, og lítið í hverjum lit. Þetta er náttúrulega fyrsti viðburður sem ég fer á og ég veit ekki hversu undirbúin ég er. En það verður bara gaman. Það verða svona kit set til sölu, þetta er með 3. Svo er ég líka með, þú veist, svo er ég líka með 5 í pakka og svo náttúrulega bara, þú veist, það sem ég sjá hérna baka mig og líka verður með einhver sýnsot. Ég var búin að sýna ykkur þennan sem er úr díakartinu mínu. Tek hann með líka og bara eftir að merkja, ég þarf að gera það. Og svo verður ég líka með einhver prufustykki sem ég er búin að prjóna úr þessum hérna lit. Verða ábyggilega bara í þessum held ég, því að það er eina flíkin sem ég er búin að gera úr mínu garni. Mér finnst það svona skemmtilegra. En mér langar þvílíkt í annan svona ból. Og það bara úr silkinu, ekki móhairinu. Mér langar bara að sjá muninn að vera í því. Finnst mér. Já. Heyrðu ábyggilega í bílnum að keyra þetta framhjá, eða? Að ég náttúrulega, þú veist, já, mér langar líka bara, já, þú veist, þetta er vinnustofan mín. Ég er ennþá svona að koma fyrir. Ég er bara nýlega komin á sófa hérna. Og þú veist, langar náttúrulega að loka, þú veist, sjáu þess inn hérna, inn í enda. Það sem ég litaði, mér langar náttúrulega að loka því kannski aðeins af. Og geta kannski verið með eitthvað svona smá búðarfront. Allavega þannig að fólk geti sótt kannski pantanir til mín. Eða svona, já, mér langar ekki, ég veist, já. Svo er náttúrulega eitthvað timbur hérna þá, þú veist, á vegnum sem ég sjáðu ekki. Af því að maðurinn minn er náttúrulega smiður og er að ennþá geyma eitt og annað hérna. Þú veist, einhver ár þakpaparúllur og eitthvað. En einn daginn þá verð ég bara inn í það og ætla þá að athuga hvort að ég geti verið með einhver já, svona litla verslun.
En já, þú veist, ég er bara að senda núna og þá ætla ég að senda kostnaður, en ef að þið eruð á Akureyri og viljið koma og skoða eitthvað eða hey, mér langar að panta hérna 2 af, þú veist, hérna ferskidraum, garni, en mér langar ekki að borga sendingakostnaðinn sem ég skil alveg af því það er ekkert mál að sækja, þá bara megið senda á mig og hérna ég get tekið við greiðslum bara hér. Er komið með það loksins núna og ég er að læra nú það. Hérna, það er náttúrulega góðir lærdómar helgina í hérna svona greiðslupósalausnum. En það er bara, já, veist, ef það er eitthvað sérstakt sem þið viljið skoða þá bara megið hafa samband og við fjöðum tíma hérna hvenær ég get hitt ykkur. Bara vitið að því að þetta er svona svolítið hrátt ennþá, þú veist. Ég ætla bara í einhverjum bílskúrs hérna geymslu bilisplássi og þú veist, já, það er alltaf út allt það. En það er líka alltaf leið. En annars bara vona ég að sjá sem flesta helgina á karnevalinu. Þið megið endilega koma og segja hæ. Ég er svona, já, nestressuð, rosalega spennt. Pínum ákveður hvort ég með nóg. Þú veist, að því ég gerir mér bara engan veginn grein fyrir fjölda fólks eða áhuga á mínum litum af því ég hef ekkert, þú veist, ég byrjaði bara lit í haust. Og já, bara hvaða lit, þú veist, það verður fróðlegt að sjá, þú veist, hvaða liti fara. Og já, bara sjá allt. Þú veist, ég veit náttúrulega ekkert hvort ég sé með nóg af karnevals hespónum, en þú veist, þær mega samt alveg seljast upp. Þú veist, það er ekkert, þú veist, ég verð ekkert með þessar, held ég aftur, sko. Ég veit þetta ekki af hverju. Þær minna mig svo mikið á Tivoli Lurk frostpennuna. Þeir voru svona ekkert fjólubláir. En þessi guli, þú veist, guli liturinn og þannig ferski píts liturinn, þeir minna mig rosalega mikið á Tivoli Lurkuna. Finnst mér. En já, fleira var það ekki í dag. Þið megið endilega fylgja hérna uppfiti á Instagram. Ég set hérna slóð hérna niðri. Þannig að þið eigið auðvitað með fylgna það og svo náttúrulega mitt persónulega Instagram, þar sem ég deili, þú veist, það sem að ég er að prjóna. Og náttúrulega heimasíðunni. Það sem að gatnið, þú veist, vefheimasíðunni. Vefverslunar heimasíðunni. Ég alveg bara, ég veit ekki að klára bara hana kaffibolla hérna sem ég er með. En já, það var næst. Þá bara segi ég bless og takk fyrir að hlusta og horfa.